og Árni Þór og Freyr reynir inn línusetninguna og Þorvaldur vinnur boltann og Freyr hangir í og þetta eru 2 mínútur. Ekkert dæmt annað en aukakast. Og hraðuplaup og skot í stöngina og það Rúnar sem nær frákastinu og gamli gráðugur. Óeftir þarna Andri með skoti setur að þérna í stöngina en frákastið Rúnars. Já. Og minkar munum í 2 mörk og það eru 6,5 eftir þannig að það yfirdrifið nóg eftir að tíma. Já, hörðu Fannar hann mjög grimmur út á móti Sigurbergi og Árni upp með skotið og Hreiðar Ver bara mættur. Hreiðar með 16. skotið sitt. Árni og Rúnar og Magnússon. Þetta var fast. 25-24, aðeins einsmannsmunur. Sá settan. Ég veit ekki hvað við getum sagt, við erum nú búin að vera, það er búin að vera að leita á Íslandi, það ekki, að hávaksinni rétthendri skiptu. Já. Það vantar kannski svolítið kjöt utan á Magnús. Já, fóður hann bara sæmilega og það er þessi drengur. Þetta er vítakast. Þetta er vítakast. Nei, þetta er vítakast. Þetta er alveg klárlega vítakast. Rúnar var langt. Hann stendur inn í teik. Sjáðu. Og sjá. Það er kannski eitthvað sem hefur verið á undan, maður er gott að segja. Þetta er ekki vítakast, samkvæmt. Nei. En já, það er eins og segir, sko, Magnús Stefánsson að þetta er strákur sem á að geta orðið. Hann er fínn í vörn. Já, fríðilegur í vörn og hann hefur hæðina og hann hefur ágætið boltaskilning og svona, og það er kannski... En ef hann færi eins og þarna áðan, 2-3 skrifin sín og svo þetta. Nógu fast er þetta. Já. Það er bara að halda niður í þarna. Já, þetta er bara það sem kannski hefur vantað í... Já, fyrir íslenskan alþjóð á bolta og hávarsna réttendar skittur. Við erum nógu að örfendur skittum bæði, já, nokkuð hávarsnum og milli og lávarsnum allavega. Við erum á öllum stærðum og gerðum. Já, en frekar eru þeir svona réttendur frekar í læri kanturinn á okkur. En hér, Sigurbergur, fín hreyfing hjá honum og Andri. Og Gísli Jón, Sigurbergur aftur. Og það er eins og enginn vilji taka af skarið. Andri. Og það fyrir að koma leiktöð á þetta bara Andri með skot. Vandræðalegt og hotkast. Eða hvað, aukakast? Það er aukakast, Hlynur dæmir hérna inn í hans dæmir nú ekkert, en það hlýtur að koma leiktöð því það er eiginlega, það lítið að gerast. Það er ekkert að gerast hjá þeim. Og Andri reyna að koma boltan minn og lína, Akureyringar vinna boltan. Og Andri brýtur þarna á, þetta er í annað skipti sem ég gera þetta núna. Sjálfa settur sko þegar, það spurning hvað ég gera þegar leikurinn er stoppaður, en það þarf nú að þurfa að vera tóla okkur mikla sakir þegar þetta fáa mínútur eftir þegar það var reynd út af. Það er rétt þegar maður láta leiki ganga áfram og þá gerir eitthvað þegar leikurinn stoppaður. Sjáum til hvað gerist, Rúnar, Einar Logi, Rúnar aftur, Magnús, Einar, og hann er upp með skot og Magnús verða, en boltinn út í hornið. Og aftur Magnús, Einar Logi og þeir opna hornið. Nei, þetta er víti. Þá lappar bara línunni. Já. Þeir sleppa Andra Stefáni. Já, en þetta er í annað skipti. Freyr Brynjarsson áðan og Andri Stefánsson gerir þetta núna að brjóta á manni sem ætlar að hefja hraðupphlaup og það er nú vaninn að það sé bara 2 mínútur fyrir það. Leyfa upplaupin að klárast. Hvað gerir Gúsits? Skorar Gúsits á vítalínu og hann skorar. Magnús var í boltanum ennþá. 25-25 og 3,5 mínúta eftir og já, báði leikiliðana í vetur enduðu með jafntefli, fáið 3. jafntefli. Staðan býður nú alveg fullkomlega upp á það núna. Það er allt sem bendir til að svo geti orðið. En Haukarnir komni í smá vandræði núna í sóknarleiknum hjá sér, finnst mér. En svo sé smá, já, vandræðagangur hjá þeim. Enginn sem taka af skarið. Magnús, Árni, Magnús aftur og hann í gegn. Og skorar! 26-25. Skref. Nei, svona valla. Ekki við tökum Andra Stefán þetta fyrir hálfum heldur. Og leikfél hjá Páli. Enda ekki skrítið. Magnús Stefánsson með 5. markið sitt núna. 26-25 er staðan. Ég var að segja þetta sé norðlensk segla-atónvingi. Ég veit það ekki hvað þetta er. En þetta eru allar gamlingjar sem að taka þátt í þessari seglu. Rúnar þarna frammi og ekki síður Þorvaldur Þorvaldsson.
Og hér Hreiðar Leví með markvörsluna. Þetta er 17. skotið sem hann tekur. Og Rúnar, Einar Logi, Rúnar, Magnús og Rúnar í gegn og Rúnar Sigtryggsson skorar 3. markið sitt. Sá er drjúgur hér. 27-20. Það verður ekki sjálfur sér. Var að hvíla mikið þarna í fyrri hálfleiknum og kannski að spara sig, en hann er núna bara í ótrúlega góðan leikur í seinni hálfleiknum. Búinn að draga þetta bara virkilega landið, finnst mér, svona ásamt sterkum varnarleik K.A. og Magnús með góða spretti líka og Hreiðar býr í markinu. Og Sigurbergur og þeir opna hér horni og Guðmundur Pettersen inn og hann skorar. Guðmundur Pettersen, þetta er 8. markið hans. 27-26 fyrir K.A. fyrir Akureyri og það er innan við 2 mínútur eftir. Það er 1,5 tæp sem er eftir og leikli eftir hjá Akureyri. Já. Og það eru mikla líkur á þetta endur með jafntefli eins og hinni 2 leikindi. Getum bara sagt það. Magnús með línusendinguna á Þorvald og hann fyrir inn og skorar. Þorvaldur Þorvaldsson. Annað markið hans í leiknum. 28-26. Það er alveg ljóst að Akureyri er allavega stíð. Já, það er orðið nokkuð ljóst. Það er innan við mínúta eftir og Hreiðar ver en þú að brjóta þarna á Sigurbergi og Andri og Sigurbergur sækir grimt. Það eru 40 sekúndur eftir. Þeir verða að taka skotinn og Sigurbergur og Hörður Fannar kemur og lemur á mót honum. Og Andri, Árni og Freyr og fín vörn þarna hjá Andra Snæ og leiktíminn er að renna út og þeir bara ná ekki gegnum þessa K.A. vörn eða Akureyrar vörn segi. Og Árni, glæsilegt mark. Hreiðar Leví í boltanum 28-27 og þeir verða að taka maður á mann. Það er ekki nema 4 sekúndur eftir. Magnús og þá taka leikli Akureyringar. Já, hérna. Og hér er staðan 28-27 fyrir Akureyri. 3 sekúndur eftir. Ægars Lastins tekur aukakast og Rúnar og leiktíminn er úti. Akureyringar sigra hér með einsmannsmun 28-27 og fagna hér niður á vellinum. Þeir fjarlægjast falldrauginn með þessu. Já, þeir gera það óumdeilanlega. Þetta er mjög mikilvægur sigur hjá þeim hvað framhaldið var það. Og það verður, á morgun er það ÍR á móti Fylki og ef Fylki vinnur þann leik þá eru jafnir Haukum og svo mætast við næstu helgi. Leist þér eitthvað á þetta þegar þið voru komnir nokkrum mörkum undir í seinni hálfleik og svona gekk bölvanlega á köflum? Eftir ég skoraði þá vissi ég myndi vinna þetta. Þá var þetta komið. Eftir fyrsta markið? Já. Fyrsta markið var punktar inn í vetur. Líka hjá Ægars í fyrri hálfleik hann er að verða fertugur og þú veist, það getur ekki klikkað á svona degi. Maður sér það þegar gömlumennir með reynsluna koma þarna, þú og Þorvaldur, Ægars. Þetta skilar sér svolítið. Já, þetta er... Aldurinn er skemmtilegt fyrirbæri, sko. Við höfum alveg ótrúlega gaman að þessu við sigurum fegurðinn og efnilegu strákunni í dag. Það var bara skemmtilegt. Þetta er ekkert hvað að segja, þetta var frábært, sko. Maður sér að þér er létt. Þetta er náttúrulega rosalegu léttir. Ef þið hefðu tapað þessum leik þá voru komnir alveg á kaf í botnbaráttuna, fallbaráttuna. Núna eru þið búin að fjarlægjast falldrauginn aðeins. Í bili og næstu helgi lenda Fylkir og Haukar saman sem verða kannski jöfnastigum þá og þá er það alveg 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stiga leikur fyrir þau leið, sko, í bili. En þetta er svo fálegu deild og hún er svo jöfn að þetta er svo fljótt að gerast að við megum ekkert slaka á. En við ætlum að taka í rólu helgina og hafa skemmtilegt á norðurleiðinni í kvöld. Til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það.